við þáttinn Eldum íslenskt. Við erum hérna stödd í Elliðahvammi og hér búa hjónin Guðrún og Þorsteinn. Þau eru allt í senn ferðaþjónustubændur, kjúklingabændur og eru með mikla eggjaframleiðslu. Við ætlum að hitta Þorsteinn og láta hann segja okkur aðeins hvernig eggin verða svona góð. Já, Þorsteinn, hvað ertu búinn að vera lengi í þessari eggjaframleiðslu? Já, ef ég byrjaði alveg á byrjuninni sko, þá ég búinn að vera í þessu sem ég var 8 eða 9 eða 10 ára gamall. Foreldrar mínu flutti í Kópavog og voru landnemar þar. Og móðir mín og faðir áttu einhverja 70-80 hænur. Og það var eitt af því sem ég var látinn gera, að passa þessa hænur sko. Og þetta var svona búbót fyrir foreldrar mína og þannig kynntist ég hænsnabúskap. En svo seinna meir eftir ég flutti hérna upp yfir, þá byrjaði ég fljótlega að vera með hænsni hérna. Og þá byrjaði maður svona að gera þetta svolítið í stærri stíl. Konur í einhverju hundruði eða þúsundir hænsna og síðan var eitt skrefi í þessum ferli að það var að vélvæða þennan búskap. Svo núna þetta orðið ansi mörg egg sem fara hérna í gegnum Elliðahvamm? Já, þetta náttúrulega alveg gjörbreyting og nú er tæknibúnaður og tækni kringum þetta mikil. Og það hefur tekið sinn tíma að búrvæða þetta sem við köllum í dag. En við sem kokkar, við notum þetta í ansi margar uppskriftir. Já. En geturðu sagt okkur aðeins svona ferlið á hvernig er hægt að gera svona góð egg? Íslensk egg eru mjög góð og eru svona aðeins öðruvísi en önnur egg. Já, gott egg verður það að þú ert með góðar hænur og þú ert með gott fóður og þú tekur eggin á réttum tíma frá hænunni og meðhöndlar eggin rétt. Og hvað er það langur tími? Já, sko, við tökum hérna 2 á dag frá hænunum og göngum frá eggjunum í hreina bakka og við þvoum sem minnst á eggjunum vegna þess að það gerir ekkert annað en að minnka geymsluþolið á þvotum. Og við geymum svo á réttu hitastigi og þannig verða til góð egg og öll egg sem eitthvað ásum með einhverja galla þau eru tekin frá og notuð í annað. En svona fólk hefur oft svona spáð í sko, af hverju ekki ungi í þessum eggjum? Er það bara að þau eru tekin bara strax á henni? Já, til þess að það verði ungi þá þarf eggið að vera frjótt, það þarf að vera hani en hjá okkur ekki hanar. Svo fólk alveg öruggt að þetta alveg fyrst alveg svara alltaf? Já. Það er allt annað ferill ef maður ætlar að framleiða unga í eggjunum, þá þarf að gera allt aðra hluti. Þá gengur hænan laus á gólfi og með sín hana sko. Það er svona meiri hasar. Já, meiri gaman. Núna ætlum við að byrja því að kíkja upp í skóla, Hótel- og matvælaskóla til hans mumma og sjá hvernig hann gerði omelettu á Arnarhóli í gamla daga. Komið sæl, ég heiti Guðmundur Guðmundsson, kennari í Hótel- og matvælaskólanum, menntaskólanum í Kópavogi. Nú ætlum ég að laga omelettu. Omeletta er eggjakaka sem er bæði hægt að nota sem morgunverð, hádegisverð eða kvöldverð. En flestir sjá nú kannski omelettuna sem morgunverð, en hér áður þá var hún oft notuð sem hádegisverður og menn voru með rækjur eða hvað sem er sem sagt í omelettu. En mjög algengt er að nota skinku, beikon, grænmeti, sveppi. En núna ég ætla að laga sem sagt 1 skammt af omelettu sem myndi alveg flokkast undir 1 málsverð og laga úr 3 eggjum og ég ætla að hafa í henni skinku, vorlauk og ost. Og ég byrja á því að brjóta eggin. Tek hérna 3 egg. Slæði þau vel í sundur. Sumir setja smá mjólk eða rjóma í hana. Það bara að sleppa því. Og síðan tek ég hérna vorlaukinn. Sker hann niður. 3 sneiðar hérna af skinku. Svona. Nú það fer eftir í hvað maður er með í omelettuna. Nú er skinkan elduð. Nú osturinn náttúrulega tilbúinn. Ef maður er með lauk, sveppi, þá er beikon, þá steikir maður náttúrulega
hrámeti steikir maður áður á pönnunni til að það fái næga eldun áður en maður setur eggin á. Og ég set hérna smá olíu á pönnuna. Vorlaukurinn er sem sagt hrár. Þess vegna set ég hann fyrstan. Pönnuna. Hún er aðeins að taka sig. Svo set ég skinkuna, steiki hana. Síðan koma eggin. Í ostinn. Maður getur nota hvaða ost sem er. Alveg sama, bara þann ost sem maður á, rífa hann niður. Svona. Þannig að maður komið með omelettina. Svona. Vefur hana svona upp í fallega vindil. Gefa henni svona smá tíma hérna. Gott að hafa hana aðeins blauta inn í. Þá er omelettan tilbúin. Svo sjáu þið, þá er laus frá botninum. Þá tekur maður svona skaftið. Tekur diskinn. Heldur þessu svona, alla disknum á móti, hvolfin. Kemur omelettan, gefur smá fersk salat með bara. Getur náttúrulega haft hvaða salat sem er. Góða dressingu, ólífuolía, sítrónusafi, kjörvel. Getur maður að borða náttúrulega hvað sem er, radísur, tómata. Fínn sumarréttur. Léttur og góður, gjörðu svo vel. Eftir þessa ljúffengu omelettu ætlum við að kíkja til hans Þorsteins í Elliðahvammi og fá að vita meira egg. Það er margir sem spyrja mig sem koma hérna að versla við mig og kaupa egg. Hvernig er best að geyma eggin og meðhöndla þau? Það er númer 1 að eggið þarf alltaf að snúa rétt og mjóendinn niður. Vegna þess að inn í þessu eggi eru ákveðnir þræðir sem halda upp í rauðinni. Og það er alveg lykilatriði að þetta sé gert svona og í kælir getur þú geymt egg svona í marga, já ég myndi segja einhverja mánuði. Ef maður snýr egginu svona á hvolf köllum við, sem sé sveri endinn niður, að þá sígur rauðan niður og ef hún kemst í snertingu við skurnina, að þá skemmist það helmingi hraðar. Og fólk ætti að hafa það sem meginreglu að geyma egg á köldum stað. Kjörgeymsluhiti fyrir egg er um 8 gráður. En allt í lagi að geyma á kaldari stað. Hins vegar, ef þú ætlar að sjóða eggið, þá er betra að taka það út úr ísskáp áður. Og líka ef þú ætlar að taka og skræla eggið og nota það í salat, þá er betra að eggið sé orðið sem við köllum svona 10 daga gamalt. Það gerist það að það er miklu auðveldara að skræla eggið. Það myndast smá loftbóla hérna uppi og skurnin, þegar þú ert að sjóða alveg glæni egg, þá er skurnin alltaf föst. Og þetta tótti allt saman, maður verður pirraður og ekkert gengur. Og oft er bara að þú geymir egg sem ætlar að nota í salat og bara setur þú 2-3 dögum áður á eldhúsborð og geymir þú þar. Og það var alveg draumur að sjóða þau í þessar 7 mínútur og skölda. En ef þú síður það yfir 9-10 mínútur, þá færðu hennar svarta lit sem þú sérð í rauðinni og heldur að það sé eitthvað skemmt. Það er bara sauðstofa mikið. Fyrir mér er íslensku matur kannski tvennt. Fyrst og fremst er hann Ísland. Hann er náttúran, hann er ferskleikinn, hrein náttúra, hann er óblandaður af öllum aukaefnum. Það finnst mér vera íslensku matur. Og hvort sem satt er eða ekki. Annað sem mér hefur fundist svona undanfari missirið er að íslensku matur er fyrir mér góð samviska.
Ég borða íslenskan mat með góðri samvisku. Ég fer í búðir og horfi á erlenda kjötið í frystinum og ég fæ bara ekki góða tilfinningu fyrir því. Mér langar ekki að kaupa þennan mat. Þá erum við komin aftur heim og núna verðum við að gera eitthvað aðeins svona ódýrara, næringaríkt, fljótlegt. Það væri gaman að maður geti lifað á steikum alla daga en það er bara víst ekki þannig. Svo við ætlum að gera eggjaköku og þegar við erum í þannig stuði þá ætlum við aðeins að poppa hann upp sko. Að vísu er ég bara með kartöflur eldaðar sinni í gær. Það er að skella þeim út í. Svo taka bara smá vatn. Til að hita þær upp. Smá olíu. Það leyfa þess að hitna meðan ég nægi eggin. Þá setjum við í þetta 5 egg. Það er alveg að gera 3 ef fólk vil sko. Smá mjólk bara til að brjóta hann sundur. Salti, pipar, kveikjum undir pönnunni á vægan hita og svo er smá leynivopn núna. Það er verður ekki íslenskara en íslensk fjallagrös. Það var þegar fólk var blankt í gamla daga og átti ekki fyrir mat þá borðaði fjallagrös út af það fannst þau tilfinningunni að þú værir orðið sattari en þú varst. Svo þetta er svona mjög gott við alls konar kvillum og gefur svona skemmtilegt bragð. Þannig ef maður setur of mikið þá gæti þið orðið aðeins römm. Svo ég ætla bara aðeins að mylja, ég reyni bara að fá smá af minnslunni. En auðvitað má leggja þau í bleyti og saxa þau út í eða hvað sem fólk vil. Svo vantar okkur smá hvítlauk. Það fyrir hluta honum út í hérna og hluta í kartöflunar. Þegar vatnið eru heitt þá ætlum við nefnilega að setja bara 1 poka af spínati. Það má alveg pilla stilkana eða þess vegna hafa þetta bara svona aðeins gróft. Kartöflur, spínat, salt, smá vatn. Þá byrjum við á eggjakökunni okkar. Og við erum að gera hana meira svona, kannski eins og hún væri pönnukaka þetta. Við viljum hafa hana svolítið þunna. Þannig leyfum henni, þetta við ætlum eins og að fylla hana með kartöflunni og spínatinu. Ögna rifnum ost. Leyfa henni aðeins að stífna. Hrærum í spínatinu. Það er nefnilega mikið magn af spínati og það verður að voru litlu magni svo maður þarf alltaf svona meira en maður heldur. Svo er gott að fyrir að fylgja kantónu, losa aðeins svo þannig er ekki örgulega laus við. Það er mjög gott að vera með teflonpönnu út af að það er ólega leiðilegt að vera að gera flotta omelettu og hún verður föst við. Þegar hún er að fara aðeins að stífna þá er þetta að rúla henni upp. En ég ætla aðeins að bíða þetta, ég ætla að setja spínati hérna í og lækka aðeins undir. Spínat kallar kannski á smá sítrónusafa.
smá ferskleika. Það er alltaf að gerast. Aðeins að kynna undir þessu okkur. En auðvitað er þetta að fylla omelettur með hverju sem er, sko. Það er náttúrulega... Þetta er svona tekið til í kælinu réttur eða til dæmis réttur á fínu brasseri í París. Það er viss virðing fyrir eggjaköku. Svo tökum við bara smá af kartöflunum, spínatunni. Rúlum þessu aðeins svona upp. Svo er gott að ná í disk og nota diskina til að hjálpa sér með að koma henni heilli á. Svo þá getum við gert þetta þannig. Við bara aðeins hreyfum við henni. Skemmtilega það er hægt að vera með svona þunnar eggjakökur. Það verður auðveldara en ef hún væri of þykk þá væri erfiðara að fylla hana. Svo tökum við hérna á smá ost yfir. Smá sýru rjómi. Legum hún svona aðeins að bráðna yfir. Mér finnst gott að setja smá ekstra pipar. Svo er það bara nokkur svona laufa rúgúla. Eða klettasalati, íslensku klettasalati. Það er ekki, gerist ekki mikið betur en það. Þá erum við komið með fyllta eggjaköku með spínati og kartöflum. Við erum með smá fjallagrös til að finna svona íslenska hefð. Þá erum við klár. Íslenskt, gjörðu svo vel. Og vertu ekki smeyk, ég býð þér upp